Heil og sæl, þetta þátturinn milli himins og jarðar og gleðileg jól. Við erum hér, nú jólaháttíðin gengin í garð þegar að þið horfið á þennan þátt, hátíð ljós og friðar og ég vonaði að við átt góða daga með fólkinu ykkar. Hingað í þáttinn hef ég fengið tvo frábæra gesti. Lífsreynt fólk sem ætlar að ræða jólin og jólahald fyrr og nú við mig. Og segja mér, krakkanum, aðeins frá því að þau hafa ýmsu að miðla og það eru þau Borghildur Ásta Ísaksdóttir frá Grenivík, fædd og uppalið þar og Ingvi Rafn Jóhannsson, Akureyringur í húð og hár. Mér langar svona aðeins bara að biðja ykkur að bara byrja því aðeins að segja frá ykkur og ykkar uppruna. Það nú þannig með Íslendinga sem að horfa vítt og breytt landið að við erum öll, þess vegna erum við svona virka á Facebook, við erum forvitun fólk og við viljum fá að vita hvaða fólk kemur og hverra manna það og svo framvegis og mér finnst líka bara svolítið gaman áður en við förum að tala ykkar bensku jóla aðeins að fá að vita ykkar uppruna. Ef þú byrjar Ásta. Já, ég skal gera það. Já, ég heiti Borghildur Ásta Ísaksdóttir og ég fædd á Svalbarða Grenivík og foreldrar minni Ísak Vilhjálmsson og Alma Oddgeirsdóttir. Faðir minn Ísak, hann fæddur í Fjörðum, en bjó nú á Látraströndinni og svo á Grenivík líka. En móðir mín fædd á Hlöðum á Grenivík og já, og við erum sem sagt 11 fædd systkinin og 8 á lífi og síðan elsta barnabarnið þeirra, Haukvistinn, hann líka alinn upp heima, þannig hann bara bróðir okkar. Já. Já. Og hvernig, sko, þið byggu þarna í þessu húsi sem kallaðist Svalbarði. Var þetta stórt hús, ég meina þið voru svona mörg systkinin, höfðu allir sitt sérherbergi eða hvernig var þessu háttað? Það var sko ekki sérherbergi. Við grunaði það þetta, þegar ég spurði. Við yngri systurnar sváfum lengi inni bara hjá pappa og mömmu. Okay. Og eldri systkin höfðu herberginir á neðri hæðinni sem afa og amma byggu, foreldrar pappa, Elín og Vilhjálmur. Og en þetta gekk allt saman. Menn byggu bara þröngt og það var bara allt í besta lagi. Og svo var náttúrulega niður í kjallara, þar var bara náttúrulega geymslur og stórt vaskahús og klósett og þar var gengið inn í fjósið. Þar var gengið inn í fjósið? Já, það voru kindur og kýr. Já. Þannig að var pabbi bóndi og Nei, líka sjómaður? Nei, hann var svona sem kallaðist kannski sjávarútvegsbóndi. Hann var sko það voru sem sagt 2 kýr og 30-40 kindur og svo var sko 8 trillum. Já. Og var þetta algengt á Grenivík á þeim árum að menn hefðu þetta svona? Já, það var bara mjög algengt. Ekki nóg að sækja bara sjóinn, þurfti líka að vera með Já, það var að vera með skepnur. Það var náttúrulega, menn hlupu kannski ekki í búðina. Nei, ekki sveita. Nei, þetta var alltaf öðruvísi. Já. En hvað segir þú, Ingvi? Hvað segir þinn uppruna og uppvöxt? Já, ég allavega fæddur 1. janúar 1930, Gilsbakkavegi 1 hér á Akureyri, horninu sem hann stendur húsi náttúrulega, virðulegt hús. Varstu nokkuð fyrsta barn ársins? Heldurðu það? Já, ég þori ekki að fullyrða það. Ég held það samt. Já. Ég fæddist 7:30 morgun, sem sagt. Já. Það vísu man ég það ekki. Nei, mannst það ekki svo gjörla. En ég held ég hafa kannski ekki verið lengi þarna, en það er svona svolítið þríhyrningur sem ég hef stundum hugsað sem er svona æfum í fyrstu árin og reyndar seinna. Það Gilsbakkavegur 1. Svo átti ég heim í Oddagötu 1 sem var á hinu horninu, fyrst í kjallarannu vist og svo seinna á loftinu. Og svo átti ég heim í Gilsbakkavegi 3 í 8 ár með fjölskyldu. Já. Frá 1954 til 62. Já, með þína eigin fjölskyldu sem þú varst að stofna. Þetta er svona svæði mitt þarna fyrst. En það er helst að ég segi sem sagt að foreldrar mínu voru Þorbjörg Stefánsdóttir sem til húsmóður þeim tíma. Hún var Eyfirðingur á rættina en Húnvetningur í hennar. Og pabbi þig? Já, Jóhann Ó. Haraldsson, tónskáld sem við. Og
þau búa þarna á Oddagötu en móðir mín fær berklaveiki þegar ég er 6 mánaða gamall og er að fara á Kristneshæli sem kalla. Og móðir mín deyr þegar ég er tæplega 2 ára, 11. desember 31. Og svo lendir faðir minn líka sem ég kalla lendir hann á hælinu, eitthvað árið seinna rúm og er 1,5 ár við loðandi það. Hann misti annað lunga, það var kallað að blása til þess að bjarga, berklarnir voru í lungum eða öðru. En það hindraði nú ekki að hann söng nú eftir þetta. Og hann samdi nokkra sálma í sálmabókinu, er það ekki? Jú, hann samdi marga sálma, ég hef nú ekki tölu á því, en lauslega samkvæmt skrá tónmenntastofnunar eitthvað, þá hefur hann sami á annað 100 tónverk. Já. Svona... Geturðu nefnt okkur bara eitthvað 2-3 svona til þess að áheyrendur glöggvuðu sig á því? Það er náttúrulega að ég tel að kannski að þekktasta lag hans í Kallakór er Sumar í sveitum. Svo samdi hann líka Siglingin Eyjafjörð við texta Davíðs. Alveg rétt. Og bæði hefur kórar sungið það hérna. Og meiri sé ég sjálf. Já, lengi í Kallakór. Já. En hérna, og þú sagðir mér einhvern tíðan að hann hefði sko samið margar sálma á einni viku. Þegar hann sérlega þurfti að fara að ljúka, að klára sálmabókina, þá þurfti að taka svona marathon. Það var, ég sé það eftir, hann var ákveðlega nákvæmur í öllu svona upplýsingum eða hvað sem hann var að gera. Já. Nákvæmni og hann hafði mjög fagra vil ég segja rithönd. Já. Nema ég rakst á það í handriti að þessum sálmum, ég held að hann hafi samið milli 7 og 10 sálma á rúmlega viku. Áður en að sálmabókin þarna 46-7 var gefin út. Hugsaðir, þá var ekki Facebook. Nei, ef hann hefði haft Facebook, þá hefði hann alltaf verið að fara á Facebook og ekki haft tíma til þess að gera þetta. Hann var í fullri vinnu frá 9 til 5 hjá KEA, skrifstofumaður. Já, hugsa sér. Og endurskoðandi. Þú fóst í fóstur 6 ára vegna veikinda foreldra þinna, var það ekki? Já, það var svona, átt að vera svona þang til ég færi í skóla líklega, barnaskólan, sem að skildu nám hefur líklega verið annarkvæmt 7-8 ár, eða 7-8 ára þá. Já. Að mér er komið fyrir svona átt að vera hjá vinafólki föður minns á Þelamörk, Ás á Þelamörk. Já. Og það var í október 36. Já. Held ég að fara í 3. október. Og það var nú viss, og ég vissi náttúrulega ekkert hvert við varum að fara, þannig laga. Manstu eftir því, þegar þú fórst? Já, ég man það glögglega. Og það var nú líka út af því að við fórum í, svo að kalla þá í Drossíu. Ingimundur Árnason átti bíl og ég held að það hafi verið númer A5 jável. Og þeir voru miklu vinir, hann og pabbi. Og hann mun hafa ekið okkur áleiðis á Þelamörkina. Og þá man ég líka Árni Ingimundarsson, sonur. Ingimundar var í bílnum og hann fekk að keyra. Þá var hann 16 ára. Já, var að æfa sig bara? Já, svona að æfa sig líklega. En það eru jól, gott fólk. Og hérna, þá finnst maður eins og veldig gaman alltaf að heyra um bernskujál fólks. Einhvern veginn fer hugurinn alltaf, hann leitar aftur tilbaka og ég bara tala fyrir sjálfa mig, sko, þó ég sé nú ekki mjög gömul, en samt honum gráhær. Að þá svona verður maður alltaf svolítið meira á jólum og hugurinn hvarflar aftur og líka til þeirra sem eru horfnir og farnir undan okkur og svona. Ásta, hvernig voru þín bernskujól á Grenivík? Já, þau voru bara mjög góð, en það var skal segja svona, maður mann náttúrulega fyrst eftir því það var ekki rafmagn. Nei. Ég er náttúrulega 9 ára þegar rafmagn kemur heima. Já. Þannig að það var náttúrulega bara verið með lampa og tílinlampa og aldinlampa og svo kerti og svona. Já. Og en jólaundirbúningur, hann náttúrulega byrjaði seinna heldur en núna. Hann byrjaði svona mestmegnis verið í desember, en þó örugglega byrjaði að sauma föt og börnin og ýmislegt í nóvember kannski. Já. En svo var þetta bara svona hefðbundið, það var náttúrulega
saumuföt og börnin og prjónaði. Fenguð þið öll ný föt, systkinin? Já, svona kannski tók einhverju við af hvert og öðru, en þannig að þetta dálítið breytt aldurspill. Já. Eins og þegar Oddgeir bróðir minn sem elstur, hann náttúrulega 14 árum eldri en ég. Já. Þannig að það náttúrulega dálítið mikill munur, sko. Já. Já, og svo var náttúrulega farið að baka og ég man það eldri systurnar, þær bökuðu með mömmu, sko, og þá náttúrulega að verða úlingar, orðnir úlingar. En við hinn yngri þurftum náttúrulega að fara að sofa og hafa hann sagt að maður er nú bara grænn í framan á jólunum en maður verður að vaka lengi fram eftir en maður var auðvitað oft forvitinn, maður heyrði skvaldrið í þeim frammi, sko, þegar maður þurfti sjálfur að vera að fara inn í rúm og sofa. Og voru bakað gríðar margar sortir? Það voru bakað margar smákökusortir, já, þetta er eitthvað brauð sem geymist og það var nú ekki fristarnir þá og svona. Nei. En máttu þið eitthvað borða af þessu sko fyrir jól eða var þetta allt geymt þangað til á sjálfri hátíðinni? Nei, við borðum ekki fyrir jól. Nei, það var ekkert verið eitthvað nasla svona á aðvendunni, þetta var allt geymt. Já, og það var náttúrulega líka eins og til dæmis bara með ávexti. Maður fekk enga ávexti, það var bara appelsínur og epli sem voru keypt fyrir jólin og þá heilu kassarnir og mann fannst bara rosalega góð lyktin af þessu en maður fekk ekkert af þessu fyrir jól. Sko. Fenguð þið varning eitthvað með skipum eða fóruð þið bara alltaf til Akureyrar? Hvernig? Sko ég man nú ekki þarna, það var alltaf samt sem áður verslun heima. Sko. Það var verslun á þeim? Já, hún var þarna niður undir gömlu bryggjunni, til dæmis þegar ég man eftir því. Sko. En áður var nú einhver verslun alveg út við Akurlæk sem kallað þarna alveg austur í Gróknum. En ég man nú aðeins eftir henni mjög lítið, ég man eiginlega ekkert eftir því. Sko. En fóruð þið til Akureyrar fyrir jólin og versluð mikið inn og svo var alltaf ekki allt það Foreldrar okkar, ekki við. Þið fóruð ekki við? Nei, við fórum ekki við, nei. Þannig að þessum árum það hefur ekkert farið oft til Akureyrar sko á ári, kannski? Nei, almátt, aldrei. Nei, hugsa sér. Og núna er fólk að keyra á milli bara til Akureyrar til vinnu, sko. Tvær ferðir á dag, svona keyra krakka í tómstundir og svo framvegis. Já, þetta er rosalega breytt, sko. En ég man samt að þessi jól voru afskaplega góð. Já. Hátíðlega og góð, sko. Hvað borðuðu þið á aðfangadagskvöld? Já, ég man lítið eftir því sem hvað borðan verður. Það hefur sjálfsagt verið einhverja hangikjöt eða eitthvað, sko. Já. Og hvað fenguð þið, náttúrulega þið voru mörg systkin og svona, hvað fenguð þið, sko, í jólagjöf, og hvað fenguð þið marga pakka og svona? Já, nei. Það voru margir pakka? Nei, við fengum náttúrulega einhverja pakka, en jólagjafirna þarna, þær eru náttúrulega, sko, þetta er kannski litabækur, litir, dúkkur og svo voru bækur og stundum fekk maður kannski hálsfesti, svona smelta saman, sko. Eitthvað sem hefði verið keypt í bænum eða var verið að búa til? Já, ég man að pappa og mamma fóru í bæinn, sko, með mjólkurbílnum, valda á mjólkurbílnum, sko, og þá var náttúrulega keyptur heil hellingu, sko. Og það var ábyggilega bara ein ferð fyrir jól, sko. Já. Og þau voru að kaupa náttúrulega jólagjafir handa ykkur öllu börnunum, en voruð þið að fá fleiri frá frændfólki og eitthvað svona? Já, fengum frá öfum og ömmum og svona aðeins, já, og svo voru náttúrulega vinkonurnar kannski aðeins að gefa smá í milli. En það voru ekkert mikla gjafir, enda maður var ekkert svo húttur á þessum gjöfum, held ég þá, sko. Nei, þú varst ekkert... Það var bara hátíðleikinn. Allir komnir í sín fínu föt og búið að kveikja ljós allstaðar í húsinu þó að væru lampar og komin lukt út í fjós af því það var alltaf ljós líka í fjósi og bara það var svo mikill hátíðleiki fannst manni. Og farið í messu kannski? Já, alltaf á jóladag. Alltaf á jóladag, já. Það var verið messa á Grenivík. Það sem ég man eftir, það var á jóladag. Já. Og fóruð þið krakkarnir með? Alltaf með, pappa og mamma voru bæði í kirkjugörnum, þannig að maður fylgdi og sat upp á lofti. Og horfði á söngfólkið og leiddist ræðan hjá prestinum. Já, ég ætlaði bara að spyrja. Og hvernig fannst ykkur ræðan í prestinum? Hún var bara frekar löng og frekar leiðilega, en þó að væri náttúrulega guðspjallið. En alltaf gaman að heyra jólaguðspjallið? Já, það er það og en mann fannst alltaf gaman í kirkju. Man fór náttúrulega alltaf í messu. Þetta var náttúrulega bara félagsheimili, þá náttúrulega voru þau öll að hittast á Grenivík og... Já. Svo var náttúrulega barnaball. Það var alltaf barnaball milli jól og nýjárs. Já, hvar var það haldið? Það var haldið í gamla skólanum. Já, auðvitað. Þá komu jólasveinar og... Já, komu jólasveinar og svo var
og verið með kakó og smákökur og annað og fólk fekk sér að drekka og síðan var náttúrulega dansað undir harmonikusspili í restina. Þetta hefur svo mikil stemning. Upplifir það þegar lítur tilbaka að það hefur verið alveg ofboðslega mikil stemning? Já, mér fannst það alveg rosalega gaman. Já. Meðtókst það sem barn þarna strax. Já. Svo náttúrulega voru mörg börn á bæjunum og maður hafði óskaplega góðan félagsskap, alltaf hreint. En hvernig voru svona þín bernsku jól? Já, það nú helst þetta, ég svolítið minnist að jólinn þegar ég var 5 ára, það nú er forsaga að því, það var það vegna þess að maður var 5 ára strákur og það var komið mjög nálægt jólum. Ég held að það hafi nú samt ekki verið á Þóttólfsstað og þá var ég eitthvað að snúast svona úti þarna í kringu Þingholtsstrætið en finn út að það var það sem frímúrarhús stendur núna, þar var smátti bíli sem hét Garður og þar bjó gamall maður sem ég fannst á, sem hét Jón. Hann var með kindur þarna og hann hafði sumari sett upp heystæði þarna á horninu sem svona minnir mann svona bólstur í þessu gamla daga og tyrft yfir þetta með torfi. Og ég finn löngun til þess að klifra nú upp á þetta apparat þarna fyrir jólinn og dunda mér í það því að það var verið að gera hreint heima manni. Og ég tekst það en þá vildi ekki betur til en það að hann hafði verið búinn að grafa undan torfinu eitthvað þannig að það slútti fram af og drengurinn steyptist það niður og handleggsbrotnaði. En hvað haldið að hafi skerst þá eða sem að gerist svo 80 árum seinnilega? Ung stúlka, dóttir hans sem heitir Álfheiður. Hún til 14 ára þarna og hún kemur þarna að mér og veit hvar ég var heima og fer með mig til ömmu sem var þá rétt upp í Þingvallstrætinu og öskrandi strákinn. Og jú, bjargar nú málunum. Og þá nú sumarótsett konan sem var þarna að gera hreint hjá ömmu og hún úrskurðar að ég sé handleggsbrot. Og það sjálft haft samband við pappa, ég býst nú að gefa í sími, ég veit ekki hvernig. Og svo kemur bíll, drossi eins og ég segi, og pappi fer með mig upp á sjúkrahús. Og mér fannst nú ágætt, ég grét ekkert í bílnum en þetta var svo gaman, þetta var svo sjaldgætt. Glimtir þér? Svo mann ég þarna að það var þegar ég kom með kamfóru og svæfðu mig. Mér fannst ég verið að kafna. Og ég gifsaður allur, þetta er handleggurinn. Og þessi jól sem er bara 1 eða 2 dögum seinna, þá fékk mér einhverju jólagjafir og eitt af því var stafur. Og ég skildi það ekki alveg, af hverju ég fékk staf. Ég held að það væri þeir sem að fótbrýttu sem fengu staf, en ekki þó handleggsbrotin. En svo fékk ég nú einhverja bók og svona. En það var nú þetta, ég bara gleymdi því áðan að ég ætlaði að sýna ykkur svona jólakort fyrsta sem ég fæ frá föður mínum. Sem þegar ég í sveitinni. Eftir að þú komin þangað. Þú hefur geymt það alveg. Ég á bara séð það og bara fór aðeins að skramtíð, jólakortin alveg 36, 37, 38, 89, 40, 41 sem að sendi mig á hverju ári og svona smá lesningu með. Og þetta fyrsta mér langaði svona hálfgerð til að sýna hvað væri fallega að skrifa. Þú mátt nú alveg lesa það sjálf, því ég sé ekki, ég er ekki með lesgleraugu. En þetta er það fyrsta sem að... Yngvi Rafn Jóhannsson. Þetta hefur hann skrifað Já, hann hefur haft mjög fallega ritund. Þetta er eiginlega svona skrautskrift. Hann var mikið í því að með skrautskrift. Og hér er mynd af bústnum jólasveini með bústnar kinnar og hér er þetta, má ég lesa þetta? Ég er hræddur um það. Elskulegi sonur, þetta er 20. desember 1937. Elskulegi sonur, ég sendi þér stóran og góðan sleða og fleira smávegis með innilegri óskminni gleðileg jól og vonum að þú verðir glaður og góður drengur á jólunum. Komdu fyrir nýjárið og vertu hjá okkur á afmælinu þínu. Gleðileg jól, elsku Yngvi Rafn minn, þinn pabbi. Þetta er yndislegt. Og þetta hlýtur ennþá að ylja. Já, það gerir það. Og ekkert, þú mátt lesa hitt líka.
Nú, það er líka? Já. Eða þó að það sé kannski óþarfi. Það er hérna inni. Það er innan í þessu, sko, að þetta eru fyrstu jólin. Þetta eru fyrstu jólin eftir þú komst. Bara 6 ára. Elskulegi sonur, nú eru jólin að koma og ég veit að þú hlakkar til þeirra. Gaman hefði verið að vera þá með þér. En þú verður kannski næstu hjól hjá pabba þínum. Við sendum þér ýmislegt sem þú er gaman á að fá, vona ég. Og ég veit þú verður glaður og góður þegar þú tekur og skoðar jólagjafirnar þínar. Svo kemur þú líklega til okkar fyrir afmælið þitt og verður hjá okkur 3-4 daga. Ég hlakka til að sjá þig þá. Hafðu mörg ljós í kringum þig á jólanóttina. Gleðileg jól, elsku sonur, þinn pabbi. Hafðu mörg ljós í kringum þig á jólanóttina. Þetta er falleg kveðja. Já, mikill ljósamaður. Já, mikill ljósamaður, já. Svo er mér náttúrulega minnistætt að þarna í sveitin þá var húslestur. Já. Og fóstur minn Baldvin í Ási, hann var fæddur 1883, Já. 50 ára þarna, þegar ég kem. Hann las húslestur fyrir hver jól, eða mamma mín sem ég kallaði. Ég kallaði Sofíu fóstur mína, bara mömmu svona eftir 1 ár. En hérna Ásta, sko, svo verður þú fullorðin og eignast þín maka og börn. Og það er auðvitað, þá er alltaf komið rafmagn. Og ég veist það breyttist margt við rafmagninu. Það var náttúrulega ljósinn en það voru samt engar seríur eða annað til að byrja með, sko. Nei. En manni fannst þetta náttúrulega algjör frelsun að fá rafmagni, örugglega. En hefurðu haldið einhverja hefðir frá því þú varst barn sem að haldið hefðum sko á fullorðins árum? Já, maður náttúrulega tekur alltaf eitthvað frá foreldrahúsum og eins frá tengdaforeldrunum. Já. Sameinar það? Já, maður gerir það. Ég baka nú alltaf mikið, sko. Hvað bakar margar sortir? Ég bakaði 9 núna. Ég trúi þér ekki. Jú, ég bakaði 9 og þetta borðast allt saman, þannig að það er bara allt í góð. Og nú má fólk borða á aðventinu svolítið, er það ekki? Jú, maður er vilt alltaf með þetta upp í desember, sko. Því ég er eldsnæmi í því. Eru þið ekki alveg upp við það að það var bara, jólatré var skreytt á Þorláksmessu og svo var bara lokað inn í stofu og bara kveikt á ljósunum á aðfangadagskvöld? Hvernig, ég ofta að heyrt fólk svona, eldra fólk tala þetta? Það var ekkert jólatré heima fyrstu árin og allavega ekki í rafmagnsleysinu, sko. Það var ekki jólatré, en það var aftur hjá mannin mín. Þar var svona eitthvað timburtré með kertum, held ég, eða eitthvað svoleiðis. Já. En hérna, það var ekki heima. Nei. Við áttum líkan að Svalbarði. Já. Og það var svona ljós í því. Já. Og þetta var mjög, og er til ennþá, sko. Já. Það gat dregið gaflinu út á austan sem var í fjósinu og þar gat maður séð alla innviðina og þetta voru dúkur á gólfum og betrök á veggjum og allt. Já. Og við skreyttum þetta bara. Já. Og settum í kringum það, en jólatré kom ekki fyrir löngu seinna, sko. Nei. Og þá ekkert svo stórt heima á Svalbarði, sko. Og var það þá lifandi jólatré eða var það eitthvað svona sem var smíðað? Nei, ég held að það veri bara gervitré, sko. Gervitré, já. Vannst þú eftir? Nei, ég man ekki eftir jólatré á þessum fyrstu árum í Ási. Nei. En þetta var eins og ég segi með húslesturinn og við sungum. Það er í minni að veri sungið Heimsum ból eða eitt jólalag. Já, það veri sungið eftir húslestur kannski. Já, eftir húslestur. En svo kemur þarna 1939, sumari kemur útvarp. Útvarp, já. Í Árs eða bæinn, sem þau voru mjög fá í sveitinni, sko. Já. Og þá breyttist þetta, þá náttúrulega fórum við að hlusta á útvarpsmessu jólin. Já. Þá minnist ég þess að það veri hægt að lesa húslestur, sko. Já, auðvitað, og tók útvarpinu. Já, þetta var svo tæknilega flott, sko. Húslestur fór fram í útvarpinu. Já, húslestur, messunni, já. En svo eignast þú þína góðu konu, sem að þú ert reynda búin að missa í dag. Já. Og þið eignist 8 börn. Já. Og 6 dætur fyrst í röð. Þú gafst ekkert upp áður en að komið strákur. Með einhvern, með mig, eða gagnvart mér var aðalega hjá konunum sem var að vinna fyrir út í bæ. Svona, gera við þvottavélarnar og þetta og þær eru alltaf hvað séu með ein dóttir í þetta. Já. Þá sagði ég svona komist að ég var að safna í handboltalið. Já. Snemma hafði ég áhuga
og íþróttum. En það eru líka hver annari glæsilegri, þannig að það var eins gott að það voru svona margar, sko. Þú er brátt að vera í þessu, að eignast dætur, sko. Sko, ég var náttúrulega einhvern veginn að reyna að halda stofnunum við eða mínu, af því ég var bara einn. Þú varst náttúrulega bara einn. Ég hugsa sér, þú varst einbirni og eignast svo 8 börn, 6 dætur og 2 syni. En gott fólk, svona lokum langar mig bara að spyrja ykkur að því nú eru áramótin framundan. Strengið þið áramótaheit? Þetta er svona spurning sem fólk alltaf Nei, ég hef aldrei spurt í strengt svona viðtöl. Nei. Ég held ekki. Nei. Ég minnist þess ekki, nema þá ég hafi lofað papparinn að vera góður drengur. Já, örgulega. En eftirlætis jólasálmurinn, hver er hann? Já, ég held að það sé nú kom blessu ljósins hátíð. Já. Þetta er föður minn. Eftir pappaðinn. Mér finnst hann hrífandi. Já. En þinn eftirlætis jólasálmur? Já, það. Þú syngur náttúrulega í kirkjukornum. Já. Mér finnst bara sálmarnir eiginlega allir, jólasálmarnir mjög fallegir, sko. Já. Ég minna sko, sjá himins opnast hlið. Já, sjá himins opnast hlið, það er mjög fallegt. Mér finnst í Betlehem með barnúsvætt mjög fallegur sálmur, en mér finnst þess að hann aldrei að enda. Já, mér finnst það pínu erfitt hvað hann er langur, sko. Í dag er glatt líka, það er yndislegur sálmur. Ég tek nú undir það með dag er glatt. Já, það er líka svo fallegur texti. Já, veist það mér var fallegur. En kæru vinir, Ásta og Ingvar Rafn, mikið var notalegt og jólalegt að sitja hérna með ykkur og spjalla ykkar bensku jól og rifja svolítið upp og fá þetta svona annan tíðaranda inn í okkar og minna okkur á það hvað þetta var jafn gott í gamla daga þó að væri fábrotnarar. Það er líka mikilvægt að muna það. Það var alveg þannig. Ég held að okkar hljóti að vera ánægja, við séum saman að sitja hér á móti því það er ekkert ónotalegt. Það er ekkert ónotalegt. Takk fyrir það. Og kæru vinir, við kveðjum héðan af veitingastafnum Bryggjunni og ég óska ykkur áfram gleðilegra jóla.